He is the same, the King of glory. He is the same, and He's living in me. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, He is the same, the healing Savior. He is the same cleansing Lord. He is the same, the King of glory. He is the same, and He's living in me. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, He is the same, the healing Savior. He is the same, the cleansing Lord. He is the same, the King of glory. Hallelujah. He is the same, and He's living in me. Oh, Jesus, oh, Jesus, 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 He is the same, the healing Savior. He is the same, the cleansing Lord. He is the same, the King of glory. He is the same, and He's living in me. He is the same, and He's living in me. Hallelujah. Amen. Amen. What a friend I found, closer than a brother. I have felt your touch, more intimate than lovers. Jesus, 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 friend forever. What a hope I found, more faithful than a mother. It would break my
Jesus, 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 friend forever. Jesus, 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 friend forever. Oh, Jesus, 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 friend forever. Jesus, 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 ávallt vinur. Jesus, 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 ávallt vinur. Amen. Halleluja, komið sæl. Gott að eiga góða góðan vin sem bregst aldrei. Og það eru 2 vers hérna sem ég setti sem yfirskrift. Ég ætla að tala ákveðið efni í dag sem heitir Fleinn hans Páls. Og það svona umdeilt og það var einn sem sagði hérna uppi það gott að geta fundið eitthvað til að deila en við ætlum ekki að deila þetta vegna þess að við ætlum að lesa bara það sem ritningin segir okkur þetta í Jesú nafni. Og það segir í Matteus 8:17 að hann bar sjúkdóma okkar. Hann bar þá til þess að þú þyrftir ekki að bera þá. Hann tók þá á sig á krossinum. Í Jakobsbréfinu okkur sagt, biðjið hver fyrir öðrum svo að þér verðið heilbrigðir. Amen. Og það kannski gott að taka sumir meira slappir en aðrir hér í dag og hérna við getum bara tekið 1 mínútu og beðið fyrir öllum hér í salnum. Þú getur bara rétt út hendina af þeim sem næstur þér og segðu bara Drottinn Jesús, ég bið að lækna bróðir minn, lækna systir mína í Jesú nafni. Takk Faðir Guð. Þökkum fyrir þinn volduga mikla góða heilaga anda. Takk Jesús. Það eru hérna nokkra ritningar sem að ég ætla að lesa fyrir okkur.
Hann bar sjúkdóma voru og okkur sagt að biðja fyrir hvert öðru að við verðum heilbrigð. Ekki ef það Guðs vilji, okkur sagt að það sé Guðs vilji. Og það mjög mikilvægt að við skiljum það sem kirkja, að það Guðs vilji að allir menn frelsist, að allir menn séu heilbrigðir. Í Markúsa Guðspjalli, þegar komið var með mannin lamaða og hann var borinn fram fyrir Jesú, að þá læknar Jesús Kristur mannin og maðurinn stendur upp og við lesum þetta í öðrum kaflanum í Markúsa Guðspjalli. Hann stóð upp, hann tók rekkjuna, gekk burt í allra augsýn svo að allir voru furðu lostnir. Þeir lofuðu Guð og sögðu aldrei áður höfum við þvílíkt séð. Aldrei áður höfum við þvílíkt séð. Og mér langar bara að benda á að alltaf þegar Jesús læknaði þá kom lofgjörð og þakkagjörð. Fólk var þakklátt fyrir það að Jesús Kristur hann læknaði. Það var ekki þakklátt fyrir að fá sjúkdóm, heldur að hann læknaði. Í Postulasögunni 8:8 að þá okkur sagt að mikill fögnuður varð í þeirri borg. Af hverju kom allur þessi fögnuður? Jú, það var maður sem hét Filippus sem hafði farið þangað upp og hann var að predika og það sagt að í versi 6 að menn hlýddu með athygli á orð Filippusa þegar þeir heyrðu hann tala og sáu táknin sem hann gerði á sjúku fólki. Og margir höfðu óhreina anda, fóru út af þeim með ópi miklu. Mér dettur það í hug svona þegar Biblían talar óhreina anda að þeir eru ekki lengur til, þeir eru útdauðir samkvæmt okkar skilningi, okkar vestræna skilningi, en samkvæmt biblíulegum skilningi að þá eru þeir enn til staðar. Margir lamamenn og haltir voru læknaðir. Mikill fögnuður varð í þeirri borg. Það var mikill fögnuður. Og í Jóhannesar Guðspjalli, 11. kafla, 40. vers, að þá Jesús að koma og hann ætlar að fara að, eins og við segjum, biðja fyrir honum Lasarusi og segja kannski ef það Guðs vilji þá rís hann upp. Nei, hann sagði í 11. kaflanum, ef þú trúir þá muntu sjá dýr Guðs. Ef þú trúir þá muntu sjá dýr Guðs. Þannig að dýr Guðs var tengt því að maður sem var dauður að hann myndi rísa upp. Og dýr Guðs alltaf tengt því þegar einhver sjúkur og hann fær lækningu. Og mér langar aðeins að það segir í Biblíuna að við að minnast þeirra sem á undan eru gengnir. Og ég hef talað stundum John G. Lake hérna. Nú ætla ég að nefna annan mann sem hét, og þeir eru enda bræður, að hann hét Bosworth og þeir eru kallaði Bosworth bræður. Ég man ekki alveg FF hét hann, man ekki fyrir hvað nafni F stendur, en hann fæddist 1877, dó 1958. Og í kringum 1920 þá hafði þessi maður mjög stórar samkomuherferðir öll Bandaríkin og Kanada. Og á árunum 1920 til 30. Og hann var líka með í lækningavakningunni seinna í kringum 1950. Og bókin hans, hún segir frá mögnuðum kraftaverkum. Og í Ottawa, að þá var hann í Kanada, að þá hélt hann raðsamkomur og þá voru oft 10.000 manns á samkomunum. Þú séu ykkur 1920. Og þetta sama borgin og hérna hann Trudeau heima í og það eru aðrir fánar sem blakta þar í dag, en þarna var það fáni Jesú Krist sem fekk að blakta og það sagt að í samkomuherferðinni þar hafi 12.000 manns gefið Jesú Kristi lífsitt. Þannig að, og ég man ekki töluna sem að fólki sem læknaðist, þeir voru mig minnir fleiri, ég skrifaði það ekki niður, ég var búin að lesa það daginn, en bókina segir frá mögnuðum kraftaverkum og ég ætla rétt aðeins stuttlega að minnast á eitt svona kraftaverk.
vegna þess að menn eru að hæðast að lækningu, guðlegri lækningu. Bara, hann var að segja okkur að Snorri í gær að fyrrverandi fréttastjórinn á RÚV var á tali við annan mann og þar voru þeir að hæðast að vini okkar í Færeyjum, Janis af Rana, sem læknir, sem ráðherra, af því að hann var að biðja fyrir sjúkum. En sjáðu til, læknar þekkja sín mörk, læknar þekkja, og þeir voru að hæðast og segja, veit hann ekki að líf lækna, ekki bæn. Sjáðu, Janis af Rana, hann læknir og hann veit að það eru til sjúkdómar sem engin líf geta læknað. Og þá það sem að jafnvel læknar, þeir snúa sér til hins hæsta sem að hefur svörin fyrir okkur þá. Það kona sem hét Alice Baker, hún kom á samkomu hjá honum Bosworth og frásögnin hennar svona að hún fekk litla vörtu á nefið og hún byrjaði að klóra og þetta breiddist síðan út andlitið og var mjög hvað ég segja, magnað krabbamein. Og hún átti við þetta krabbamein að stríða í 4 ár. Hún fór til lækna og það er sagt að hún hafi farið til 50 lækna og krabbameinið var svo hvað ég segja, það var svo eitthvað, mér vantar íslenskt orð. Já, illskeitt, þakka þér fyrir. Það var svo illskeitt að það byrjaði að éta upp hluta af andlitinu á henni, það gerði skarð át úr vörinni, alveg inn í tannhold og upp með kinninni og hún varð að hafa klút yfir andlitinu og þurfti að láta leiða sig vegna þess að sársaukin var óbærilegur ef hún tók klútin frá andlitinu. Og sagan segir að hún sótti 50 lækna heim, enginn gat hjálpað henni á þessum tíma. Hún eyddi $500 í læknis aðstoð og til að fá svona smá hugmynd að þá var mánaðar húsaleiga $14 á þessum tíma. Þannig að þetta var kannski 2-3 ára húsaleiga sem hún eyddi í lækna. Og það gæti enginn hjálpað henni. Svo það eftir 4 ára hún búin að vera sárkvalin að þá heyrir hún að það eru lækningasamkomur í borginni Lima í Ohio, þar sem hún átti heima og hún var til í að fara og ég skal segja ykkur það að það örugglega flestir og jafnvel þeir sem að hæðast í dag að þeir væru örugglega tilbúnir í hennar sporum að fara og vita hvort þeir gætu fengið lækningu meina sinna. Hún fer á samkomu og hún var svona ekki þar sem við segjum kristin eða frelsuð, endurfædd. Hún vissi ekkert hvernig hún átti að biðja, en það var einhver sem þegar hún kemur þarna fram, hann leiðir hana í bæn og segir bara biddu á eftir mér. Og þegar hún fer að biðja, að þá kemur trúarandinn yfir hana og síðan eru lagðar, hún segir það kemur trú og það kom gleði yfir mig, síðan eru lagðar hendur yfir mér og yfir mig og það var eins og eitthvað væri strokið upp eftir öllum líkama mínum og síðan yfir andlitið á mér og ég vissi að ég var læknuð og fólki sem var með henni, það sagði hún öskraði, ég frelsuð, ég læknuð, hún reif af sér klútinn og henti honum í gólfið og hún réði sér ekki fyrir gleði. Og konan sem var með henni, hún segir frá því daginn á eftir að þegar hún tók klútinn af sér að þá náttúrulega kom alveg megnill þefur vegna þess að það var andlitið á henni var að rotna og maðurinn sem hafði tekið spjaldið, það var ofta skrifuð svona spjöld fyrir þá sem komu fram til lækningar, að hann varð veikur af lyktinni. Hann var veikur það kvöld og allan daginn á eftir bara af áhrifunum af þessari lykt. En hún fleygði þessu frá sér, hún fer heim, hún fer að sofa, morgunin eftir að þá vaknar hún, fer fram í eldhús og dóttirinnar þar og hún segir, mamma, hvað kom fyrir þig? Hún lítur í spegil
og þá sér hún það að andlitið, vörin á henni var gróin. Það var ennþá hrúður hérna á kinninni sem fór síðar. Og hún var svo glöð, hún fór út allt að segja öllum frá því hvað Guð hefði gert fyrir sig og svo það, hún að byrjar bara að starfa, hún að skræla minni með einhverja ávexti og hún að syngja Jesús læknaði mig, Jesús læknaði mig og þá tekur hún allt í einu eftir því að önnur hendin sem var hálf lömuð, hún var orðin heilbrigð og seinna það að læknirinn sem hafði meðhöndlað hana, hann talar við vinkonunnar og hún segir honum hvað, og hann vildi fá lýsingu á því hvað hefði gerst og hún segir honum hvað hefði gerst. Já, hann segir, elska mín góða, þið hafi verið dáleitar. Þetta verður komið leið aftur. Það verður einhver dáleitt ykkur. Hún hitt hann aftur seinna og þá var hann að viðurkenna það að þetta var kraftaverk. Og þetta bara eitt af þessum ógurlegu kraftaverkum sem gerðust á þessum árum í þjónustu þessara bræðra. Og þetta það sama og gerðist á dögum Jesú sem ég var að lesa en það svo merkilegt og mér langar aðeins að koma inn á það að þegar þetta að gerast þá kemur mótstaða og það var annar predikari þegar þeir voru í New York að hann byrjar að dreifa miðum allt hverfið þar sem samkomuherferðin átt að vera og á þessum miðum stendur að þessir bræður séu að umbreyta fórnar og frelsisverki Jesú Krist í einhverja lækningamiðstöð og það svo merkilegt hvað og rökin sem hann notaði þessi maður sem stóð upp á móti þeim og byrjaði að predika gegn þeim voru þau að Páll hefði verið sjúkur og að Páll hefði verið með flein í holdinu, ekki bara það, heldur vissan hvaða sjúkdóm Páll var með. Og sjúkdómurinn sem hann segir að Páll hafi verið með og jafnvel fleiri vegna þess að hann tekur það kannski ekki upp hjá sjálfum sér, hann segir að það hafi verið ophthalmía, augnsjúkdómur og þetta veira sem unga börn fá og geta fengið við fæðingu. En þetta var líka á þessum árum sagt var eitthvað sem gekk í litlu Asíu eða þar sem Páll var að starfa og þannig að hann hefði getað fengið það. En þetta var, þar sem ég las þetta, að þetta var veira og ef hann var með veiru að þá var það smitandi. Og það mjög athyglisvert að ef að Páll var smitandi að fólk skuli hafa verið að taka bænaklúta frá honum og senda til annara til lækninga. Það hefði engum dottið það í hug ef að Páll hefði verið með einhverja veirusýkingu að taka við bænaklútum frá honum og að biðja senda það og þannig að fólk fengi lækningu. Þá hefði fólk bara fengið vírus. En spurningin þegar við lesum, mér langar aðeins að tala um þennan flein í holdið í framhald af þessu vegna þess að það svo margir sem að segja í dag og ég heyri fólk sem segja já, þetta kannski bara minn fleinn í holdið. Heldur það? Ef við lesum aðeins hver þessi fleinn var og förum í 2. Korintubréf 12. kaflan að þá ykkur sagt í 7. versi og til þess að ég skuli ekki hrokast upp og það Páll sem að tala af hinum miklu opinberunum sem mér miklu opinberunum mér gefin fleinn í holdið, Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki hrokast upp. 3 hef ég beðið drottinn þess að láta hann fara frá mér, hann hefur svarað mér, náð mín nægi þér. Og þetta slær mig, orðið sem á bak við það að hann slær mig stöðulega og það greinilegt að þessi engill hélt áfram að slá Páll út alla hans þjónustu og það mjög athyglisvert. Ef hann hefði fengið hennan augnsjúkdóm þá fékk hann bara einu sinni og hann fylgdi honum síðan.
En hér sjáum við það að þessi Satans engill, og þetta orð engill þýtt engill held í 181 sinni í Biblíunni og 7 sinnum það þýtt sendiboði. Þannig að það greinlegt að þetta persóna sem kemur gegn honum eða andavald sem kemur gegn honum til að hindra hans þjónustu. Og 3 svar hef ég beðið drottinn þess að láta hann fara frá mér. Hann hefur svarað mér: náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum, til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Og þess vegna uni ég mér vel í veikleika, misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég veikur, þá ég máttugur. Ég að hugsa, hvað allir margir hefðu sagt: já, ég bara ánægður að vera með COVID, ég uni mér vel í COVID mínum vegna þess að þegar ég með COVID, þá ég máttugur. Nei, það bara ekki þannig. Það meikar ekki sens á góðri íslensku. Að þú unir þér ekki vel í sjúkleika þínum, þú unir þér aldrei. Ef að fólk myndi una sér svona vel í sjúkdómum sínum, þá færum við ekki til læknis. Við værum bara ekki, við segjum bara: já, náð drottins nægir mér, ég bara heima sjúkur, þetta dýrð Guðs yfir mér, og hann hefur sagt: náð mín nægir mér. Ég vil bara hrósa mér í þessari COVID-pest minni eða í þessum augsjúkdómi mínum. Nei, það var alls ekki það sem Páll var að segja eða meina. Ef við lesum 10. versið aftur, þá segir: þess vegna uni ég mig vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Það þetta sem hann sættir sig við að ganga í gegnum. Að það ekki sjúkdómurinn, það eru þrengingarnar og þessi stöðuga barsmíð ytra anda sem var lögð á leiðans hvar sem hann fór. Það segir: þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í ofsóknum, þrengingum vegna Krists. Þegar ég veikur, þá ég máttugur. Þú ert ekki máttugur þegar þú ert með COVID. Þú ert ekki máttugur þegar þú liggur lamaður einhvers staðar eða ert með krabbameinsæxli. Þá ert ekki máttugur, þá þarftu hjálp. Þú þarft jafnvel bleiu eða hvað það Þú þarft bara alla þá hjálp sem þú mögulega getur fengið. Þú ert ekki máttugur. Þannig að það svo langt frá því að Páll sé að tala að þetta sé sjúkdómur. Hann að bera þetta saman við það sem Jesús Kristus segir: án mín getið þér ekkert. Án mín getið þér ekkert. Að hann segir að án Krists get ég ekkert, og ég vil vera á þeim stað að ég þurfi á Kristi að halda í allri minni þjónustu, vegna þess að þegar ég veikur í sjálfu mér, þá ég máttugur. Amen. Hugmyndin þennan flein, af hverju, þegar Páll að tala flein, var það algengt á þessum dögum að sjúkdómar væru skilgreindir sem fleinar? Nei. Og hvaðan kemur þessi hugmyndum að hann hafi verið með flein í holdið? Jú, hún kemur úr 4. Mósebók, hún kemur úr Jósúa. Ef við förum í 4. Mósebók, 33. kafla, þá getum við lesið að Kanverjar, minni mig, skulum lesa þetta vers. Guð að segja hvernig þeir eigi að meðhöndla íbúa landsins sem þeir fara inn í. Hann segir í versi 33: ef þér stökkvið ekki burt íbúum landsins undan yður, þá munu þeir af þeim þér skiljið eftir verða þyrnar í augum yðar, broddar í síðum yðar. Þyrnar í augum yðar, broddar í síðum yðar. Þarna, hverjir eru fleinar hérna? Jú, það eru íbúar Kananlands. Þeir voru fleinar. Þeir voru fleinar í hold Ísraelsmanna. Voru þetta sjúkdómar? Nei, þetta var fólk sem var fyrirstaða. Alveg eins og á dögum Páls,
Það var fólk sem var fyrirstaða, fólk sem óvinurinn notaði sem var fyrirstaða í hans þjónustu. Það segir hérna, ef þið stökkvuð ekki íbúum landsins burt undan yður, þá munu þeir af íbúum þeim þið skiljið eftir verða þyrnar í augum yðar, broddar í síðum yðar, þeir munu veitið þungar búsifjar í landinu sem þér búið í. Og ég var að hugsa að Páll, hann lýsir einlega fleininum, ef við lesum, eða þið getið lesið, þið fáið það bara sem heimaverkefni eða ekki trúið mér, að lesa 2. Korintubréf 11. kafla, allt sem hann lenti í. Allt sem hann, og þetta ekki, sem sagt, ég man að við vorum einhvern tímann að lesa þetta hérna, einhvern tímann eftir ég frelsaðist í heimahóp og það var einhver sem sagði, já, ef að þessi myndi nú heyra þetta, þá ég nú ekki viss að hann vildi frelsast. Það var upptalningin á því hvernig Páll hafði verið ofsóttur, hann hafði verið í fangelsi, þetta 11. kaflinn frá versi 22, hann hafði verið í fangelsi, af gýðingum hef ég 5 sinnum fengið höggin 39 og höggin 39 var næstum því dauðadómur. Það var af því að ef þú varst samkvæmt lögmálinu, þá vissu menn, ef þú varst barinn 40 högg, þá gastu dáið. Og hvernig haldið þið? Haldið þið að getið þið ekki ímyndað ykkur að maður sem einu sinni hefur verið grýttur til bana, maður sem hefur fengið höggin 39 5 sinnum á ævinni, næstum því barinn til dauða 5 sinnum á kannski 10-15 ára fresti, haldið að hann hafi ekki stundum verið í lélegu líkamsásigkomulagi. Jú, það tók tíma fyrir Guð að græða hann, aftur og aftur og aftur. Hann fekk 3 höggin, eða hann var 3 húðstryktur og það var hræðileg aðferð sem var notað við það. Menn voru strengdir fyrir húðstrykkingu og barðir með einhverjum tólum og stundum brotnuð á þeim fætur við þá meðferð. Svo segir hann, ég hef verið húðstryktur, ég hef beðið skipbrot, verið í sólarhring í sjó og hérna, hann hefur stritað og erfiðað og hérna, já, þetta löng lesning og ég þakka Guði fyrir að við þurfum ekki að ganga í gegnum svona þrengingar, en það greinilegt að það sem Páll þurfti að ganga í gegnum, það segir líka í postulasögunni þegar Ananías kom til hans að Guð sagði, ég mun sýna honum hvað hann á að líða vegna nafns míns. Þannig að Páll vissi vel hvað hann var að fást við og það sem hann að segja, að hann að segja í gegnum allt þetta, þá uni ég mér vel vegna þess að ég veit að í heiminum hef ég þrenging en ég hughraustur að því ég veit að minn Drottinn hefur sigrað heiminn. Þannig hann gerði sig grein fyrir því. Nú aftur að þessu með fleinin, T.L. Osborne, hann sagði frá því að einhvern tímann hafði hann verið í lækningaherferð, það voru 100 blindir sem höfðu læknast, mjög sennilega í Indlandi, það voru 90 heyrnarlausir sem höfðu læknast og ég segi systkini bara af hverju höfum við ekki þessi kraftaverk hérna í dag? Ég meina, er það af því að við trúum því að það sé móðgun við fórnardauða Jesú Krists að fólk læknist eins og þessi predikar í New York? Nei, við trúum því ekki vegna þess að allt sem Jesús gerði, öll hans þjónusta snerist að lækna fólk. Hann var alltaf að lækna fólk. Hann var alltaf að lækna fólk. Hann var að reisa fólku frá dauðum og hann læknaði fólk. Og þess vegna skulum við ekki halda að hans þjónusta hafi eitthvað breyst. Það sem að okkur vantar hans þjónusta inn í okkar kirkju. Að við fáum að sjá hann á meðal okkar og starfa á meðal okkar. En T.L. Osborne sagði að þegar þeir voru að þakka honum eftir þessa heimsókn, 100 blindir og 90 sem höfðu fengið heyrnina aftur, að þá segir forstöðumaðurinn við hann, fólki segir, Herra, við viljum gjarnan höggva af okkur höndina og gefa þér ef við mögulega gætum. Þetta var málsháttur þar.
Við höfum annan málshátt sem segir á ensku pain, you are pain in the neck, og hann hafði flein í holdið. Og þetta þýðir ekki endilega sjúkdómar, þetta þýðir eitthvað sem irriterar okkur. Og þegar ég horfði á landsleikinn milli Ghana og Portúgal, að þá sagði við Dísu, Ghana virkilega fleinn í holdið fyrir Portúgal. Vegna þess að alltaf þegar Portúgal var í sókn, að þá kom einhver af Ghanamönnum og bara fleygði sér á honum, braut á honum. Hann sem sagt, já, þeir fóru þannig að þeir brutu á þeim. Og þetta nákvæmlega það sem djöfullinn var að gera við Pál, alltaf þegar Páll var í sókn, þá kom djöfullinn og braut á honum. En Portúgalar gáfu svo sem ekki upp, ég held þeir hafi unnið leikinn, þeir unnu leikinn, og Páll, hann gafst ekki heldur upp. Og mér langar bara að það svo margir sem að sjá þetta ekki, að ef að Páll var sjúkur, að þá hefði hann aldrei geta gert allt þetta sem hann var að gera. Í 2. Tímóteusarbréfi að þá okkur sagt það að hann sendir eftir skinnbókunum, og það í endaða þjónustans. Ef hann var svona slæmur í augunum, hvað ætlaði hann að gera með skinnbækur sem var sennilega mjög erfitt að lesa, illæsilegar? Nei, hann vildi fá skinnbækurnar af því að Páll, hann var bara alveg mjög sæmilega læs. En það sem flestir nota í þessu Galatabréfið 4:13 að við hefum getað stungið úr okkur augun. Svona svipaður málsháttur, og sem sagt þeir notuðu þegar þeir vildu þakka T.L. Osborne, svipaður málsháttur og var notaður Kananítana, að þeir verða broddar í síðumiðar og prik í augunum á ykkur. Þannig að þetta var ákveðin málsháttur sem var notaður. Þannig að náð Guðs, hún fyrir okkar innri mann. Jesús, hann bar sjúkdómana fyrir okkar ytri mann. Náð Guðs höfðar alltaf til þess sem ég að ganga í gegnum. Náð Guðs kemur fyrir sálu mína, fyrir anda minn. Ég þarf ekki á náð Guðs að halda þegar að Jesús hefur borið sjúkdóm. Ég þarf ekki náð Guðs til að lifa í synd, það? Nei. Til þess að geta fagnað í syndum mínum? Nei. Ekki heldur sjúkdómum. Ég þarf náð Guðs til þess að komast í gegnum þær þrengingar sem ég þarf að ganga í þessum heimi. Og ég þarf að náð Guðs að halda þegar einhver svona pain in my neck. Eða, einhver sem fleinn í mitt hold. Sjáðu, þetta ennþá til. Það ennþá til fleinar í hold þitt og mitt. Og hvað það? Jú, það bara eitthvað sem fer í taugarnar á okkur, eitthvað sem við getum bara ekki þolað, og við þurfum á náð Guðs að halda til þess að geta haldið áfram að lofa Guð og haldið áfram okkar kristnu göngu. Og mér langar bara að taka nokkra bara til punkta, og sumt af þessu frá Bosworth sem ég segi og ég skal bara segja ykkur hvað það en við sjáum að ef við lesum ritningarnar, að fleinn hans Páls, hann var aldrei hindrun fyrir hans þjónustu. Hann læknaði lama mann í Lýstru. Páll sá hann hafði trú til að verða heill. Og ég hugsa, ef að Páll hefði verið svona sjúkur og með lekhandur á augunum, þá var það ekki mjög svona uppbyggjandi fyrir þá sem voru að horfa á, að heldur nei, Páll hvessti á hann augun og hann sá að hann hafði trú til þess að verða heill. Á einni Möltu þá bara læknuðust allir. Það læknuðust allir. Og það sagt á öðrum stað að það gerðust mörg kraftaverk fyrir óvenjuleg, lesum það, óvenjuleg kraftaverk. Við skulum taka 2-3 ritningarstæði. Óvenjuleg kraftaverk fyrir hendur Páls.
19:11 Guð gerði óvenjuleg kraftaverk fyrir hendur Páls. Það bar við að menn lögðu dúka og flíkur af Páli á sjúka og hurfu veikindi þeirra. Vonandi ekki smitandi klútar. Kannski var það smitsjúkdómur sem læknaði þá. Nei, ég held ekki. Þetta svo fáránlegt að halda að Páll hafi verið með þennan tiltekna augsjúkdóm. Páll var oft í lélegu líkams ásigkomulagi. Við bara sjáum það þegar við lesum hvernig hann var laminn, barinn, grýttur í sjó, fastaði iðulega, áhyggjan fyrir öllu sem hann þurfti að takast á við. Hann var örugglega hálfan tíman af sinni þjónustu í lækningarferli. Og við sjáum samt að hann heldur stöðugur áfram. Og hann segir, Guð gerði óvenjuleg kraftaverk fyrir hendur Páls. Óvenjuleg. Og svo þekkjum við söguna þegar hann kom til á Möltu og höggormurinn kom upp úr eldinum og beit hann og hann hristi hann bara af sér. Að Páll, hann hafði guðlega vernd yfir lífi sínu. Og þá eru einhver 2-3 atriði í viðbót sem ég langar að gefa ykkur að, Rómverjabréfið 15, 17 og 19, Rómverjabréfið 15, 17 og 19, þar er talað þjónustu Páls, þar sem að hann fer, Rómverjabréfið 15, Ég hef þá fyrir samfélag mitt við Kristi Jesú það sem ég get hrósað mér af, starf mitt í þjónustu Guðs. Ekki muni dirfast að tala neitt annað en það sem Kristur hefur látið mig framkvæma, til að leiða heiðingjana til hlýðni með orði og verki, með krafti tákna og undra, með krafti heilags anda. Þannig hef ég lokið við að flytja fagnaðarerindið Krist frá Jerúsalem og allt í kring til Illíríu. Hvernig var fólk kallað til hlýðni við fagnaðarerindið? Jú, það var með krafti, tákna og undra. Og ég trúi því, systkini, í dag að það þarf þessa þjónustu ef að fólk á að taka mark á boðskapnum Jesúm Krist. Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og við þurfum að opna dyrnar að fullu fyrir honum. Látið ekki hefur kirkjan loka hann úti og það eru margar kirkjur sem loka hann úti í dag, en ég sagði Drottinn, máttur okkar lítill en við höfum haldið stöðugt í orðið þitt og við viljum varðveita orðið þitt, og hann hefur svarað tilbaka og sagt, já, ég vil láta dyr standa opnar fyrir þér. Hann sagði þetta við kirkjuna í Fíladelfíu og hann segir það við kirkjuna hér í dag sem einu sinni bar nafni Fíladelfía, að það eru dyr opnar fyrir okkur ef við viljum fá þessa þjónustu inn, þá vill andi Guðs koma með hana inn í kirkjuna. Og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af fleininum hans Páls. Nei, Páll, hann hafði ekki áhyggjur af honum vegna þess að það hindraði ekki hans þjónustu. Hann boðaði fagnaðarerindið þarna og það var kraftur tákna og undra sem að varð þess valdandi að fagnaðarerindið gekk út og fólk sem sagt tók trú og tók hlýðni við trúna. Og við lesum líka í öðru Tímóteusarbréfi 4:7 að þessi Páll, hann fullnaði skeiðið sitt. Hann lauk verkinu. Hann stoppaði ekki á hálfri leið af því að hann var á spítala, af því að hann var sjúkur eða það var eitthvað sem var að. Nei, hann hélt stöðuglega áfram í sjávarháska, skipsreka, á eyjunni Möltu, hvar sem hann var, þá hélt hann stöðuglega áfram sínu verki, hvernig sem hans líkams ásigkomulag var. Og svo kemur ein spurning frá honum Bosworth. Mér finnst þetta mjög góð spurning. Nú lesum við í fyrra Korinthubréfi 11:30 og þá Páll talar til Korintumanna og hann segir við þá
af því að þetta svona, þess vegna eru svo margir sjúkir og krankir á meðal yðar, að þið greinið ekki rétt líkamann. Ef að Páll hefði nú verið sjúkur eða með þennan augsjúkdóm, já, ég hugsa einhver hér í þessari kirkju hefði skrifað tilbaka og sagt, Páll, hvað með þig? Af hverju ert þú veikur? Ef að við erum veik vegna þess að við kunnum ekki að meta réttum líkamann, af hverju ert þú veikur þá, Páll? Þetta kom frá Bosworth, og mér finnst þetta góð rök vegna þess að Páll, það var ómögulegt að Páll hefði blindur geta gert allt það sem hann gerði. Og líka að bara hann segir okkur hvað þetta er. Hann segir okkur að þetta er Satans engill sem slær mig stöðulega. Og það er baráttan sem við eigum í. Hún er ekki við mennaholdi og blóði, heldur við tignir og völd, við heimsdrottna þessa myrkurs. Og ef við höldum áfram að þjóna Guði og ef við erum tekin frá fyrir Guð, þá byrja þeir að slá. Þeir byrja að slá. Ég meina, þú færð þrengingu, þú færð þetta og þú færð þetta. Þú kemst ekkert undan því að ef að þú ætlar að þjóna Guði af öllu hjarta, þá koma þrengingar, mismunandi miklar, sem betur fyrr. Páll, bara á lokum, hann var ekki fanatískur varðandi náttúrulögmál líkamans, ég meina, hann var ekki svona ofurtrúar maður eins og við sjáum í dag. Hann sagði við Tímóteus, það væri allt í lagi að fá sér smá svona lögg í glas. Það er ekki í lagi fyrir alla, ég taka það fram. En vegna magans og hans tíðu sjúkdóma. Sjáðu til, Páll trúði á líka að það geti hjálpað náttúruleg lyf, eða hvað það var. Og vín er gott lyf, eða ekki? Ekki fyrir alla. Líka, þannig að það sem að Bosworth bendir á að Páll, hann trúði á kraftaverk og hann trúði á lækningu. Lækning er öðruvísi en kraftaverk. Það er talað í Filippíbréfinu hann Epafras, að hann vann allt og mikið og hann var nær dauða en lífi af því að hann lagði svo mikið á sig fyrir Krist. Og Guð gerði ekki endilega kraftaverk á honum, alveg sem að Páll hefur lagt hendur yfir hann, en hann þurfti að jafna sig og fá lækningu. Þannig að mér líkar vel þetta sjónarhorn Páls, að þó hann hafi skilið Trófímus eftir sjúkan í Miletus, að þá er ekki þar með sagt að Trófímus hafi ekki fengið lækningu. Og þetta er bara það sem þetta opnar fyrir okkur það sem við erum að fást við. Stundum leggjum við hendur yfir fólk og við kannski við bara erum ekki að upplifa þessi kraftaverk. Nú, Páll gerði það líka, hann lagði hendur yfir fólk eins og hann Trófímus, ég er alveg viss að hann hefur beðið fyrir honum og hann læknaðist ekki strax. Páll þurfti að fara í burtu áður en að Trófímus var búinn að fá sína lækningu. En það tekur samt ekki frá því að það gerðust ógurleg kraftaverk fyrir þjónustu Páls postula. Það gerðust ógurleg kraftaverk fyrir þjónustu Bosworth bræðrana fyrir 100 árum. Það er miklu styttra í það. Og ég trúi því að Guð vill fara gera ógurleg kraftaverk á meðal okkar í dag. Amen. Ef við höfum meðöngun með fólki, þá kemur andi Guðs og byrjar að starfa í gegnum okkur. Og ég vil bara enda á orðinu sem hann Snorri byrjaði á, að Guð, hann smurði Jesúm Krist frá Nasaret með heilugum anda og krafti, þannig að hann græddi og frum orðið hér er að hann læknaði alla þá sem að djöfullinn hafði komið klínt sjúkdómi á. Jesús Kristur kom og læknaði alla. Og Páll var engin undantekning. Páll var ekki undanskilinn þar. Þannig að fleytt Páls, ekki sjúkdómur, og ég meina, þú mátt, nú segir einhver, þú mátt hafa skoðun á þessu, þetta er ekki það sem að aðskilur okkur, ef að þú sér þetta ekki eins og ég, þá er þetta ekki eitthvað sem aðskilur okkur.
ástæðan fyrir því að ég vil að við sjáum þetta svo að þetta hindrar suma í að fá lækningu. Þeir halda það að þeir þurfi sérstaka opinberun til þess að fá lækningu þegar ritningin skýr, hún öll innblásin og hún segir okkur að Jesús bar sjúkdóm okkar, hann græddi alla þá sem að djöflunum voru undirokaðir, síðan segja lærisveinar hans okkur það að við eigum að halda áfram á sömu braut og biðja hver fyrir öðrum að við verðum heilbrigðir. Amen. Þannig að lækningin, hún í húsi Guðs. Hún til staðar, hvort sem við sjáum hana, það spurning trú. Ef þú finnur ekki strax lækninguna þegar lagðar eru hendur yfir þig, trúðu þá að Guð sé að starfa. Trúðu þá að Guð sé byrjaður að starfa og hann haldi áfram að starfa. Amen. Halleluja. Og mér langar bara að enda þessa samkomu á því að biðja fyrir þeim sem eru sjúkir. Ég ætla að biðja fyrir þeim sem eru að horfa núna og svo slítum við útsendingu. Ég segi bara Drottinn Jesús Kristur, þú vilt lækna alla þá sem að horfa núna á þessa útsendingu. Drottinn, þú barst sjúkdómar þeirra, þú barst menn þeirra og jafnvel þó þú sért búin að bíða lengi eftir lækningu, þá andi Drottins hér og núna. Það var maður sem beið 38 ár eftir lækningu. Jesús sagði við hann, viltu verða heill? Og kannski Jesús að spyrja þig, viltu verða heill? Af hverju spyr hann? Jú, af því að þessi maður var búin að gefa upp alla von. Kannski þú búin að gefa upp alla von í dag, en Jesús, hann vil segja við þig, viltu verða heill? Og hann segir líka, þá kem ég og lækna þig. Drottinn blessi þig og Drottinn snerti þig í Jesú nafni. Amen. Amen. Halleluja. Ég langar að biðja fyrir henni Dísu minni, sé það bara, hún slöpp. Og gjörðu svo vel, komdu hérna og ef einhverjum fleiri sem vilja fyrirbæn, Snorri, vertu með mér. Við skulum bara ganga út á orðið.